Marghyrningar koma í mörgum formum. Einfaldasta formið er þríhyrningur. Næst á eftir kemur fjórhyrningur, svo fimmhyrningur, svo sexhyrningur, sjöhyrningur, átthyrningur og svo framvegis. Það sem við höfum áhuga á hér er að reikna út hornasummu þessara marghyrninga. Einfaldast er að nota formúluna n-2 innan sviga og margfalda það með 180 gráðum. Ennið er þá fjöldi hornanna sem er sett inn í formúluna. Sem dæmi, hér er þríhyrningur og ef við setjum 3 horn í staðinn fyrir ennið, það sé 3 í staðinn fyrir ennið, þá er 3 - 2 1 og það sem 180 gefur hornasummuna 180 gráður. Sama gerist ef við setjum fjórhyrningin, 4 horn. 4 sett í staðinn fyrir n, þá fáum við 4 - 2 og það eru 2 og það sem 180 gefur hornasummuna 360 gráður. Sama með fimmhyrning, ef við setjum 5 inn í staðinn fyrir ennið, þá fæ ég 5 - 2 sem því 3 og 3 sem 180 gráður gefur mér að hornasumman er 720 gráður. En hver er hornasumma þessa marghyrnings hér? Jú, teljum hornin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horn. Setjum það 8 inn í staðinn fyrir ennið, drögum tvistinn frá, þá fáum við 6, margföldum 6 við 180 gráður og við fáum út að hornasumman er 1080 gráður.